Ég ætla sem sagt að fjalla stærðfræðikennslu mína og ég fékk smá aðstoð við að búa til titilinn, en sem sagt sjálfstæð samvinna í stærðfræði á 21. öldinni það sem að við vinnum rosalega mikið með tækni og ýmislegt hérna hjá okkur, að þá passaði þetta vel við. Ég sem sagt stærðfræðikennari á unglingastigi í Stapaskóla og þetta náttúrulega bara splunkunýr skóli og við höfum aldrei verið, það var upp í 5. bekk í fyrra og nú erum við bara allt í einu komið með nemendur alveg upp í 9. bekk og það dásamlega við það að þegar maður kemur svona inn alveg nýr þá getur maður fengið að skapa og gera hlutina öðruvísi. Það enginn til að segja manni að eitthvað hafi alltaf verið gert á einhvern hátt sem að mjög skemmtilegt en jafnframt bara mjög krefjandi. Og ég er að kenna núna, ég að vera búin með 9. árið mitt í kennslu síðan ég byrjaði að starfa við fulla kennslu og hef alltaf verið svolítið svona að reyna að finna nýja leiðir til þess að nálgast stærðfræðikennslu á skemmtilegra hátt heldur en þegar ég var í námi sjálf sem grunnskólanemandi. Og undanfarin svona 3-4 ár þá hefur maður alltaf komist lengra og lengra með að nýta tæknina. En núna undanfarið ár að þá hefur einhvern veginn allt farið ennþá meira af stað. COVID kom í heimsókn og maður að prófa og nýta allt miklu meira heldur en áður. En markmiðið mitt í dag að ýta undir sjálfstæði nemenda í náminu þannig að þeir nemendur sem að útskrifast hjá mér í framtíðinni verði fullfærir að vera algjörlega sjálfstæði nemendur og að þau þekki og kunni að læra í staðinn fyrir að vera með kennara sem að kenna þeim hlutina. Til þess að komast í þessa átt, þá nýti ég tæknina eins mikið og ég get. Hjá okkur eru nemendur allir með iPad, alveg frá 7. bekk og upp úr. Og við reyndar setjum námið allt upp í OneNote og vinnum mikið með að gefa nemendum val í náminu, bæði í verkefnavinnu og í námsmati. Við samþættum námsgreinar mikið og vinnum markvisst með það, en ósjálfrátt þegar maður byrjar einhvern veginn að samþætta þá stækkar alltaf meira og meira og komið langt út fyrir það sem við byrjuðum með. Og vinna nemendur bæði sjálfstætt og samþætt innan árgangs og með hinum á unglingastiginu líka. Nemandinn hjá mér þannig í aðalhlutverki í sínu námi og við nýtum okkur rosalega mikið rafrænar innlagnir, þannig að þegar ég byrja að skipuleggja verkefni að þá ég alltaf að hugsa hvernig get ég sett þetta verkefni upp þannig að nemandinn þurfi helst ekkert meira á mér að halda heldur en bara að fá frá mér það sem hann á að gera. Og þarna ekkert hugmyndin endilega að gera mig óþarfa sem kennara, heldur að leiðbeiningar og skipulagið séu það vel uppsett og tilbúið fyrir nemendur að það efli þau í áttina að sjálfstæði vinnubrögðum og að svona hinn hefðbundi nemandi geti bjargað sér sjálfur og sé ekkert háður því að bíða eftir kennara, heldur viti hvernig hann getur leitað sér að upplýsingum, hvort sem hann fær þar tilbúna frá mér eða geti nýtt sér kennslubækur eða veraldavefinn sér til aðstoðar. Þegar þetta gengur vel, að þá skapast líka þarna rými til þess að sinna nemendur sem þurfa kannski meira á mann að halda, sem að þurfa einstaklingslega nálgun eða geta unnið í smærri hópum. Námshóparnir hjá okkur eru getublandaðir, þannig ég með alveg frá því að vera með bráðgerunemendurna sem að þurfa auka og miklu meiri áskorun og ögrun yfir í það að vera með nemendur sem að þurfa mikið á kennaranum að halda. Og við hvetjum nemendur til samvinnu, þannig að þá hafa þau möguleikann á því að geta fengið ennþá betri skilning á því sem þau eru og þau hlæja oft að því og tala að hvort að þau að kenna eða hvort að ég að kenna þegar þau eru að vinna saman. Innlagnirnar eru almennt rafrænar og myndbönd, nýrbot og Quizlet og ýmislegt annað sem við bjóðum upp á eftir hvað við erum að gera.
En síðan geta nemendur valið að fá kennarinnlagnir þegar þeir bara biðja það og svo hef ég líka prófað mig áfram þar sem ég hef kannski verið með einhverjar vikur og sett upp tíma sem að þau geta pantað og þá snýst þetta bara hvað þau vilja gera. Þar sem þau geta pantað, þú veist, hérna langar mig að fá innlögn í stærðfræði. Í námi hjá okkur þannig uppstillt að við erum ekki með niðurnefnda stundatöflu, heldur mega krakkarnir geta þau unnið í því sem þau vilja þegar þau vilja vinna í því. Þannig að þegar að einhver til í stöðu fyrir stærðfræði, þá getur hann gripið í stærðfræðina og jafnvel kannski verið fyrirfram búin að ákveða ég væri til að fá innlögn í Heiðu í þessu. Og þar getum við þá unni með, get ég boðið upp á einstaklingsinnlögn eða í minni hópum. Verkefnin sem nemendur fá eru ýmist svona bara hefðbundin verkefni sem ég er að nota dæmi úr kennslubókum með ýmsum áttum. En í bland við það erum við með ýmis konar stærri verkefni þar sem við reynum að fara út fyrir bókina og þar sem þau þurfa að leita sér upplýsingar og dýpka sig út frá því og með því að til þess að auka tengsl stærðfræðina við raunveruleikann og daglegt líf og líka bara dettur þetta stundum inn í það að við erum að samþætta og svoleiðis á fjölbreyttan hátt. Og vinnuumhverfið okkar allt skipulagt þannig að nemandi geti stýrt hraða og valið sér verkefni og þess vegna reynum við að bjóða upp á mikið af valverkefnum og skipuleggjum mjög oft þannig að það eru ákveðin skylduverkefni sem allir eru að gera og síðan eru valverkefni. Valverkefni eru stundum þannig að þau verða að velja sér einhver verkefni, stundum það bara þannig að ef að þau hafa áhuga á námsefninu þá getur þau valið sér fleiri verkefni og það ofsalega mismunandi og meira sér nemendur sem eru ofsalega duglegir og öflugir að þau jafnvel kannski ákveða, nei, mér langar ekki til að læra meira þetta efni, ég tel mig bara vera komin með næga þekkingu og velja ekki á meðan að síðan kannski kemur eitthvað annað sem þeim finnst alveg ótrúlega spennandi og þá maður kannski að verða uppisköpum með valverkefni af því þau hafa svo mikinn áhuga. Og þetta rosalega svona skemmtileg nálgun á náminu að því þarna líka kannski maður að ýta á nemendur sem geta meira og svona hvetja þau áfram og svoleiðis. Ég hef líka verið að prófa mig áfram við að bjóða nemendum aukið val í námsmati og það mjög algengt að ég nota svona, ég kalla þetta leið 1 og leið 2, þar sem þau eru að vinna sér í áttina að sömu hæfni. Leið 1 þá svona verkefnamiðuð leið sem að býður þeim mjög oft upp á skapandi skil í lokin og leið 2 með færri verkefni og svona hefðbundnara námsmati, þar sem það kallast svona venjulegt bara próf og eitthvað svoleiðis. En í gegnum þetta höfum við líka verið að vinna mikið með hæfniviðmið, skilning á matsviðmiðum og hæfniviðmiðum og erum þarna að vinna með þeim að þau átta sig á því að þegar þau velja leið 1 að þá eru þau kannski að velja sér meiri áttina því að það er meiri vinna á bakvið að þau hafa möguleikann á því að sýna dýpri skilning og auðveldari leið til í áttina því að ná framúrskarandi þekkingu og sýna framúrskarandi þekkingu á meðan að leið 2 að það eru kannski færri verkefni, próf, erfiðara að meta raunveruleika og framúrskarandi hæfni, þannig að oft þá hæfni viðmiðin bara merkt að þar toppurinn hæfni náð. Og þetta eitthvað sem við erum að nota markvisst með þeim til þess að efla þau í því að aukin skilning á hæfniviðmiðum og svona vinnu. Og nemendurnir sem ég með núna eru öll að vinna í fyrsta sinn út frá hæfniviðmiðum. Og þar sem erum við að tala um hæfniviðmið og í staðinn fyrir bara að vera að ljúka einhverjum köflum og fá okkur að tölu einhvern í lokin. Og þannig í skólanum sem þau eru að koma úr var ekki komið, þessi vinna var ekki komin á stað á þann hátt að nemendur væru raunverulega markvisfarnir að vinna með þetta. Þannig að þau eru líka að læra rosalega mikið og fá svona nýjar ögrunir með því að velja meira í sínu námi.
Fjölbreytta námsmatið sem sagt byggir uppáhaldið mitt þessa dagana skapandi skil og það orðið þannig að það kemur alveg fyrir stundum að það próf í lokin og það eru nemendur sem að spyrja má ég gera skapandi skil og fá að skila kannski 2-3 dögum seinna heldur en þeir sem taka prófið. Og við ýtum alveg undir þetta og þetta að hafa mjög jákvæð áhrif á þau að hafa þetta val. Press record í miklu uppáhaldi hjá mér og þetta hugtak sem að festist í kollinum á mér eftir Utis online. Ég hef mikið fléttað saman við verkefnin. Stundum meira sé að lauma ég bara svona í miðjan dæmalista eða eitthvað svoleiðis og við notum þetta rosalega mikið í hugtakavinnu en svo hef ég verið að prófa mig áfram með þetta sem sagt, bæði einstaklingslega þar sem að þau eru sem sagt, að hugsa upp átt á meðan þau reikna eða það sem eru 2-3 saman og þá þetta raunverulega orðið svona meira í hlaðvarpstílnum þar sem að þau eru að taka upp saman stutt hlaðvörp stærðfræði þar sem að þau eru svona sýna hvernig kollurinn virkar, sýna skilning, útskýra fyrir hvor öðru, bara allt eftir hvernig efnið sem við erum að vinna með. Nýjasta tilraunin hjá mér í kennslu núna og verður pottþétt endurtekið, verkefni nemendur kenna. Og þessari hugmynd svona eiginlega stal ég frá náttúrufræðikennara sem að kenna með mér, henni Brynju. Og mér langaði að prófa þetta í stærðfræðinni, ég hef ekki gert svona áður. Að þetta raunverulega meira heldur en bara að vera með kynningu í ykkur, heldur raunverulega þurfa þau að verða sérfræðingar í efninu og skipuleggja kennslustund. Ég setti krökkunum þann ramma að þau sem sagt þurfti að búa til kennslustundina í gegnum Nearpod sem að þeim finnst mjög gaman að gera. Nearpod mjög notendavænt en býður upp á meira heldur en bara svona hefðbundi glærusjó. Og þau þurftu að sem sagt, verkefni voru þrívídd form og þau sem sagt fengu 2-3 saman, fengu hvert eitt form og þurftu sem sagt að verða nógu miklir sérfræðingar til þess að geta kennt hvernig reiknum við rúmmál, hvernig reiknum við yfirborðsflatarmál og búa til verkefni þar sem að hinir krakkarnir þurftu að nýta kennsluna þeirra í sjálf og reikna. Saman við þetta fléttaði ég líka að þau þurftu að finna formið í náttúrunni og í byggingalist, helst svona gamalli sögufræðri byggingalist og kenna hinum það og fræða þau og síðan lauk verkefninu á heimildar og myndaskrá og svo lesum allar upplýsingarnar sem þau hefur fundið og var það síðan yfirfarið og skoðað raunverulega af íslensku kennaranum. Þannig að þarna í rauninni staðinn fyrir að bara við værum með bók fyrir framan okkur og dæmalista að þá unnu þau sett verkefni, læriðu að nota formúlurnar til þess að fá betri skilning á því, nógu mikið til þess að geta kennt hinum. Og þetta verkefni snerti þarna raunverulega á hæfniviðmiðum í 4 námsgreinum í stærðfræði, íslensku og upplýsingatækni og pínu í samfélagsfræði í tengslum við það að skoða heiminn og byggingalistina og hitt og þetta. Fleiri tegundir af námsmati sem við höfum verið að nota hérna eru til dæmis kennslumyndbönd og þá erum við að nota appið Explain Edu. Þau kalla þetta Gauta-myndbönd, krakkarnir, af því þau horfa mikið á myndbönd með honum Gauta á YouTube. Ég hugsa að séu fleiri stærðfræðikennarar en ég sem eru með þau uppáhaldi. Við höfum verið að vinna með rafbækur í Book Creator og þá svolítið reglan að þegar þú setur rafbækur að þá þurfa að vera þannig að sá sem hefur ekki lært efnið áður getur nýtt sér það til þess að fræðast. Að þú eigir ekki að þurfa að vera með einhverja mikla forþekkingu til þess að geta skilið hvað í gangi. Í hefðbundnu námsmati, af því að við notum náttúrulega alltaf prófin á milli og svona líka, að þá elska ég það þegar einhver annar fer yfir fyrir mig og ég kynntist síðunni thatquiz.com í vetur og lauma henni svona inn á milli og eins og til dæmis núna undanfarið þá erum við búin að vera að vinna með almenn brot í einum árgangi og þá rosalega gott að geta skellt inn einu svona stuttum quizi þar sem að krakkarnir eru raunverulega að æfa aðeins betur, þau þurfa að ná svona vissu
einhvern prósentum til þess að tjekka hvort þau séu búin að ná þessu áður en að halda áfram í næsta hluta. Þeim finnst þetta létt þægilegt og svona frekar notendavænt að geta farið í þetta hvenær sem þeim hentar og svoleiðis. Og ég hef verið svona lauma þessu með. Síðan svolítið skemmtilegt. Það til dæmis að fá nemendur það verkefni að búa til Nearpod eins og ég gerði í nemendur kennaverkefninu eða Quizlet og Kahoot. Og þeim finnst þetta alveg ekstra skemmtilegt af því þarna geta þau yfirleitt alltaf fengið að sýna bekknum eða brjóta upp í kennslunni og vera með eitthvað fyrir bekkinn. Þannig að ég nota þetta svolítið mikið. Nearpod mjög skemmtilegt og auðvelt fyrir þau að nálgast af því að Microsoft og Google bjóða upp á innskráningarmöguleika. En í Quizlet þar þurfti ég að splæsti ég í aðgang og með svona kennaraðgang og með bekki. En í Kahoot að þá var eiginlega bara aðalniðurstaðan að ég bjó til einn aðgang þar sem að krakkarnir geta, eða þau skrá sig inn á bara sér aðgang sem ég bjó til og þar safnast allt upp öll vinnan þeirra þar inni. Þannig að allir geta reynilega skoða hjá öllum en þau eru ekkert mikið að pæla í hvað þeir eru að gera þarna inni. En þannig get ég sé Kahootin þeirra án þess að sé eitthvað að fara á vefinn og án þess að þau þurfi eitthvað sérstaklega að ljúga til aldur eða eitthvað svoleiðis sem ég ekkert mjög hrifin að ég láta það gera. Ég alveg að renna út á tíma. Þetta rosalegt. Ég aðeins að koma inn á samþætting námsgreina að hérna sjáum við til dæmis mynd af því þegar nemendur, við vorum að þjálfa okkur með hringfara og gráðubóga og þau fengu verkefnið að teikna og hanna nýtt hverfi hérna fyrir ofan af því við erum í svona nýbyggðu hverfi og fyrir ofan okkur kemur næsta hverfi í bæjarfélaginu held ég og þar sem sagt fenguðu verkefni að hanna nýtt hverfi. Einnig höfum við reynt að tengja við sem sagt byggingarlist og myndlist og svoleiðis. Ég tengdi tölfræðirannsóknir inn í náttúrufræði og við vinnum rosalega mikið svona saman. Þannig finnst mér þau fá dýpri tengingu við daglegt líf. Nú erum við að vinna með heimsmarkmiðin og þá erum við að fara í fjármálafræðslu og ýmiss konar verkefni þar. Og þau þurfa að kynna sér reiknivélar hjá skattinum og neysluviðmið og hitt og þetta í tengslum við það og nýta sér vefinn mikið, skoða bankakerfið og svona. Samvinna nemenda eitthvað sem við notum rosalega mikið eins og ég kom inn á áðan og mér finnst það svona, gefur okkur möguleika líka því að ég ofta búið til verkefni sem sambærileg verkefni með fyrir 7., 8. og 9. en það mismunandi nálganir þannig að þá auðvelt að einstaklingsmiða